Já, vinir, desember 2018. Já, ég má ekki segja þetta. Þá get ég ekki notað þetta nema þetta ár. En allt í lagi með það, ég sagði það óvart. Og á næsta ári þá manstu ekki að það er 2018, heldur eitthvað annað. En við erum í desember og veðrið fyrir utan gluggann hjá þér er eins og það er. Kannski er komið snjóföl á jörðu, kannski er jörð auð og tóm og kannski er klaki yfir jörðinni. Við erum allavega á þeim árstíma þar sem þetta allt saman er. En samt getur verið eilífur í hjartan okkar og samt getur verið eitthvað fallegt að grassera þar og eitthvað sem við viljum búa til utanum það sem er framöndan og við vitum að það er jól. Þannig að við getum alveg búið okkur til okkar sérstöku jól ef við bara viljum það. Það verði engin jól nema í raun og veru ég undirbúi þau sjálfur. Hvernig geri ég það? Ég geri það bara með þeim hætti sem að svona hendar mér. Og hvað hendar mér? Já, ef þú kemur heim á jólunum þá sérðu hvað hefur hendað mér og það er nú kannski ekki mikið en einhvað svona sem minnir á þennan blessaða tíma. Þannig að við eigum að svona keyra okkur svolítið inn í þessa stund og passa okkur á því að við erum ekki að láta einhverja ytri aðstöðu vera að mæða okkur mikið. Þetta er nóg að því og allt saman það. Þetta er allt saman hvernig við viljum gera þetta og hafa þetta og skynja þetta og skilja þetta. En þetta er allt saman svona einstaklingsbundið og einstaklingsmiðað en breytir ekki að jól geta verið mjög hátíðlegu tími fyrir hvert og eitt okkar til þess að njóta og nota sér sjálfum til góðs og þetta er tími samveru fjölskyldunar í allflestum tilvikum. Af hverju ekki haldið þetta?